Ég er félagsráðgjafi í þunglyndis- og kvíðateyminu og það er þverfaglegt teymi þar sem starfa félagsráðgjafar og sálfræðingar, læknar, iðjuþjálfar og svo líka eru íþróttafræðingar og sjúkraþjálfarar koma inn. En mitt hlutverk í teyminu er að sinna réttindamálum sjúklinga og fjölskylduvinnunni. Starfið mitt er myndi segja 80% klínísk vinna. Það er vinna með þá sjúklingum og aðstandendum þeirra, viðtöl, stuðningsviðtöl, upplýsingaöflun. Og svo er 20% af starfinu mínu uppbygging á teyminu og vinna að fræðsluefni. Ég er kannski minnst í félagslegum réttindum og mest í stuðningi og ráðgjöf. Þannig að það er bara alls konar vandamál sem fólk kemur til mín með. Það eru fordómar, kvíði, vanlíðan, þunglyndi, og aðstandendur eru oft hrædd við breytingarnar sem eru að koma eða hrædd við fordóma líka. Í rauninni vissi ég ekkert hvað félagsráðgjöf var þegar ég var að leita mér að námi til að fara í háskólanum, en var með hugann kannski við sálfræði, en fór svo að skoða nám í HÍ og var að skoða hvað var í boði og sá þá félagsráðgjöf og ég vissi ekkert hvað það var, þannig ég fór að skoða og hugsaði að þetta væri kannski frekar það sem ætti við mig, þar sem að maður er að vinna með einstaklinginn og allt í kringum hann. Mér finnst þetta mjög spennandi starf og mjög fjölbreytt starf. Það er engin dagur eins. Mér finnst skemmtilegast í starfinu er þessi þverfaglega teymisvinna. Að vinna með alls konar stéttum. Skemmtilegt þegar það kemur að því að hjálpa aðstandendum og fjölskyldum sjúklinga. Mér finnst líka mjög áhugavert að sem félagsráðgjafi á Landspítalanum, ef mig langaði að fara yfir í eitthvað annan málaflokk, þá er það alltaf í boði og það er mjög mismunandi störf félagsráðgjafa á Landspítalanum. Ég myndi einhvern tímann jafnvel vilja breyta til eða fara hvert annað, þá er það vel í boði. Til dæmis náttúrulega var ég búin að vera á legudeild hérna á Geðinu í 3 ár og færði mig svo núna yfir á göngudeildina í þunglyndis- og kvíðateymið. Og svo ef ég myndi vilja breyta alveg til þá geti ég farið í öldrun eða á krabbameinsdeildir eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er alltaf ekkert mál að fá bara að breyta til manni langar það. Ég er sjálfur trans og mig langaði að fara að vinna með transfólki, þannig að þetta er í rauninni draumastarfið mitt. Og já, ég fór í félagsráðgjöf til þess að einbeita mér að transfólki og stuðningi við þau. Þegar ég byrjaði árið 2022 þá teymið mjög lítið. Það var einn geðlæknir og einn sálfræðingur og svo ég og við höfum vaxið upp í mjög þverfaglega þjónustu og finnum fyrir miklum meðbyr núna frá stjórnendum Landspítalans. Hópur félagsráðgjafa sem vinnur þvert á teymi er með einn verkefnastjóra og við hittumst reglulega og reynum að styðja hvort annað í mismunandi verkefnum. Hittumst einu sinni í mánuði á fageflingu kallast það. Það sem við erum bara ýmislegar fræðslur eða einhver erindi sem koma upp, en þar höfum við allavega vettvang þar sem við hittumst, en auðvitað eru alltaf auðvelda boðleiðir sem við höfum og getum alltaf tekið upp símann og hringt. Mér finnst mjög gott að hitta aðra félagsráðgjafa því að ég er eini félagsráðgjafinn í transteyminu og þá er mjög gott að hafa stuðning frá öðrum félagsráðgjafum á Landspítalanum.